Góðan daginn, góðir bæjarfulltrúar, bæjarstjóri og forstöðumaður stjórnsýslu hér í sal á bæjarskrifstofunni Reyðarfirði. Ég býð ykkur velkomin til 262. fundar bæjarstjórnar Fjarðabyggðar og segja hann settan. Hér á dagskrá bæjarstjórnarfundar í dag eru bæjarráðsfundargerðir númer 597 og 598 teknar saman til umræðu atkvæðagreiðslu. Ef enginn hreyfir því andmælum. Eignaskipulags- og umhverfisnefndar númer 224, hafnarstjórnar númer 211, félagsmálanefnd númer 5. Þar reyndar hefur Ragnar Sigurðsson óskað eftir því að liðir 5-4, 5-5 og 5-5, 5-6 og 5-7 verið teknir sérstaklega til umræðu atkvæðagreiðslu því að það snertir hjúkrunarheimilismál þar sem hann er framkvæmdastjóri fyrir og ætlar að víkja funda á meðan. Síðan er fræðslunefnd númer 65, íþrótt- og tónlistarnefnd númer 56 og síðan eru hér 4 almenn mál. Það er annars vegar nýtingaráætlun fyrir haf- og strandsvæði Fjarðabyggð. Þetta er sem sagt, hér er búið að vísa nýtingaráætlun sem hefur farið í gegnum núna nefndir til samþykkta hér í bæjarstjórn. Síðan er það deiliskipulag urðabotna, reglur hlutaveikindi starfsmanna og síðan umsóknum lóð sem er að gera breytingar á deiliskipulagi. Þannig að við göngum nú til dagskrár og byrjum á bæjarráðsfundargerðum 597 og 598 og leið og ég gef orðið laust þær fundargerðir óskar að fá að kannski taka til máls og fylgja þeim aðeins á hlaði. Byrja hér á fundargerð 597 lið 1 það sem snýr af málefnum fatlaðra barna í Fjarðabyggð. Við fengum bréf frá móður í Neskustad sem varðaði málefni fatlaðra í sveitarfélaginu. Erindi var einnig tekið fyrir í fræðslunefnd og félagsmálanefnd sömuleiðis og bæjarráð tók undir það að sem sagt þetta er málaflokkur sem er okkur og við höfum verið með hér til umfjöllunar og ætlum okkur að taka enn frekar til skoðunar og vinnu. Við erum núna að hefja endurskoðun fræðslu á frístundum sveitarfélagsins og þar er áhersla okkar eins og komið við fram verður lögð þessar bæjarstjórnar í það að bæta þessa þjónustu þannig að hún standi samanburðar sem best gerist. Þar horfum við til frístundaheimila eða slíkra þar sem muni koma móts við hluta af þeim óskum sem þarna koma fram í bréfinu og við fólum félagsmálastjóra og fræðstjóra að funda með bréfritar og þeir hafa lokið þeim fundi og sem hafa farið yfir efni bréfsins og jafnframt eins og með að tjáða á þann að horfa til þess að stofna hóp með foreldrum til þess að svona vinna þessi mál áfram. Ég held að þetta sé bara gott innlegg í það sem við erum nú þegar að hefja núna með því að fara í endurskoðunina og leið að vinna með foreldrum. Það er mjög nauðsynlegt því að þetta er bara málaflokkur sem við viljum standa okkur vel í og hugta að það sé með alla bæjarfulltrúa hér þannig að við munum vinna þetta núna áfram. Aðeins bara eins og við sjá þá er hús frístunda er hér inni. Við erum búin að hefja þá vinnu sem var rædd hér daginn með þessa tilraun sem við erum að horfa í með Egilsbúð þar sem hún er að koma nú úr útlegu og í hendur sveitarfélagsins aftur. Við erum búin að funda með félagi eldri borgara og forstöðumönnum félagsmiðstöðvar. Við höfum sömuleiðis að funda með félagasamtökum með leikfélaginu sem hefur óskað því. Þetta er bara vinna sem við munum fara í. Við vorum hér með fund í þessum starfshópi núna í vikunni. Erum svona að stilla okkur af í því við þetta horfum til þess að geta gert þetta þannig að vel takist til leið að við reynum að halda kostnaði í lágmarki náttúrulega við breytingar sem við teljum kannski nema það er nauðsynlegustu. Og eins og áður segir gangi þetta verkefni vel þá er svo sannarlega vill maður sjá þetta speglast í kannski önnur hverfi sveitarfélagsins. Það sem slíkt er uppi, það sem kannski vantar betri félagsaðstöðu sem er nú því miður víða hjá okkur í tengslum við félagsmiðstöðvar. Húsin mörg orðin lúin. Sumstar höfum ekki þessi tækifæri í hverfum og þar erum við að skoða líka með framtíðarhúsi eins og hér á Reyðarfirði þar sem félagsmiðstöðinni til húsa í gömlu húsi sem við farið að láta verulega á sjá og komum fram hér í máli ungbarráðsfulltrúa daginn að þar þurfum við að skoða þetta öðruvísi og við munum gera það nú þessu ári samhliða hvernig við getum bætt úr þessum aðstöðum og leið elt kannski frístundastarfið fara út úr þeim ramma sem við erum í og reyna að útvíkka hann þannig að þetta verður unnið áfram samhliða því líka þessu verkefni með Egilsbúð. Aðeins í sambandi við
lið 8 við heilsuefling 65 ára eldri í Fjarðabyggð. Við hér þekkja nú allavega einhverju bæjarfulltrúar og sóttu fyrirlestur sem var haldið maður 2017, allavega Pálína Margeirsdóttir manni, sem hér situr í sal, sótti hennar fyrirlestur hjá doktor Jánusi Guðlaugssyni heilsuefling eldri borgara, og menn hafa nú séð þetta nú mikið til umfjöllunar núna. Ég held að það sé engum blöðum að það fletta, þetta afskaplega mikilvægt og gott, og við Óskar Janus komi hér og kynni fyrir okkur sínar hugmyndir núna sem hann var að kynna hérna á þessum opna fyrirlestur á sínum tíma og leið fyrir öldungaráð og félögum eldri borgara. Þetta þarf að vera gott samstarf, þetta nýtist vel, og hvernig við getum unnið að þessu þannig að þetta nýtist fólki allir í Fjarðabyggð. Og það verður mjög áhugavert að fá, hann kemur hér svona, núna skilst mér, núna upp á miðjum febrúar, það var stemt að því að hann kemi hér austur til þess að fara í svona kynninga á þessu. Aðeins í sambandi við lið 10 sem sneri að samgöngum, eða svo yfirskrift segi lélega samgöngur í Fjarðabyggð. En semst ungmennaráð, eða fulltrúi ungmennaráði fór hér yfir þann daginn, og hún, sem við höfum svo sem heyrt á því ungu fólki, að leiðakerfi okkar ekki eins og við vildum hafa það sé ekki nógu mikið samfella í því til þess að fólki geti nýtt sér hérna ýmsu kosti hér í hverfunum. En jafnframt það er komið inn á það að börn þyrftu að greiða rúturnar sem kom nú hér bæjarfulltrúum verulega óvart í framhaldi af fyrri samþykktum bæjarstjórnar, og bæjar á árétta þarna fyrir að ungmenni með lögheimili í Fjarðabyggð njóti gjaldfrjálsra samgangna í Fjarðabyggð innan leiðakerfisins, og fólum stjórn eins og föst útfærsluna og bæjarstjóri minni haldum álið. Eitthvað hefur þetta skólast til frá því að við fórum í þessa stefnu mörkun á sínum tíma sem nokkuð langt síðan. Ég held að þetta hafi bara verið 2006, 14, 15, 16 eftir því bíli. Ég man bara ekki hvernig það var sem við vorum að taka hér fyrir akkurat að börn upp á 18 ára aldri væru í gjaldfrjálsum samgöngum. Það væri með sérstökum hætti sneri að akstri í framhaldsskóla og það sem kemur inn í dreifbýlisstyrkur, en öðru leyti nýtum en þess, þannig að eitthvað hefur þetta misfarist núna, en það ný skeð, þannig að við erum að árétta þetta. Ég svo hér náttúrulega lið 5 í 598, það eru framhald á þeirri umræðu sem áttum hér þær myndavéla verkefni sem við ætluðum okkur í með samstarfi við lögregluna hér við innkeyrslu sveitarfélagsins og annað slíkt, til þess að vera hér með vélar sem myndu lesa númer og geta gengt öryggishlutverk í víðtækum skilningi. Það er komin, við vorum búin að fara þar yfir grófa fjárhagsáætlun og nú er komin svona nánari áætlun þetta, og það er verið að fara yfir hana með lögreglu og sölu aðilum, og við nú taka það áfram fyrir. Síðan var hér liður sem hefur vakið athygli á fjölmiðlum. Sem sagt hér kom Sven Jakobi sem þýskur maður sem keypti jörðina Hellisfjörð. Svona til þess að afstýra þeim misskilningi þá keypti hann ekki Hellisfjörð í heild sinni því að hann skiptist í 3 jarðir, en hann keypti jörðina Hellisfjörð. Nú á liðnu sumri, ef maður rétt, af Sigurjóni Sighvatssyni sem hafði átt hann töluvert langan tíma, og með hann var Eggert Ólafsson sem vinnur fyrir hann lögmaður, og þeir óskuðu eftir að fá bara að koma hér. Ég sé að menn hafa talið þetta mistist, en það er svo sem bara verið að honum fannst mér nauðsynlegt að fá að kynna bæjaryfirvöldum í ljósi þeirra umræðu sem hvaða hugmyndir hann hefði þessa jörð, eða hvernig hann myndi nýta hana, og leiða fullvissa okkur að það myndi ekki hafa neitt áhrif á gönguleiðaferðamennsku, veiði, hreindýraveiði eða aðra slíka veiði. Hann hefði ekki neina hyggju að afgýra þessa jörð. Hann væri fyrst og síðast að horfa á, hann fyndist náttúrufegurð mikil í Hellisfirði, og svo var hann mikill áhugamaður ánna sem þar og byggja hann upp sem fiskveiði á. Hún nú þegar þar gengur silungur og kannski lax í einhverju leyti. Hann hefði mikinn áhuga á því, hann hefði mikið metnað fyrir því að byggja upp stofna þar, og það var í sinn megin tilgangur. Ég held að hann fyrst og síðast bara vildi kynna þetta bæjaröldum, og við bara hlustum þetta, og þetta var ágætasti fundur og gott að hitta þennan mann. Svo sem ekki, það voru ekki svona neinar meiri áætlanir sem menn að geta í eyðuna í fjölmiðlum núna eftir þetta hafið bókað.
það hafi verið, en þetta var nú svona fyrst og síðast það sem hann vildi nú bara að samfélagi verið upplýst það hvað hann ætlaði sér eða hvaða hugmyndir hann hefði á þessum stigum. Þannig að þetta var svona kannski aðeins til að drepa á þeim helstu málum sem voru til umfjöllunar hjá bæjarráðinu á þessum síðustu 2 fundum. Orðið er laust hér, vill einhver þessi hljóðs. Einar Már. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, örfá mál sem að koma inn á. Fyrst varðandi fagra heiti fundarleiðins hús frístunda. Það var fallegur liður og hugmyndin held ég að sé mjög athyglisverð og góð ef hún nær fram að ganga og fróðlegt að sjá hvernig þessu vindur fram. Ég satt eitt fund með stjórn félags eldri borgara í Neskaupstað þar sem var verið mitt að fara yfir þessar hugmyndir og undirtektir býsna jákvæðar. Það sem var nú helsta áhugjefnið sem við þekkjum auðvitað sem að þarna höfum gengið að það er aðgengi fyrir eldri borgara, þannig að það er svona hlutur sem þarf að huga vel að, þannig að það sé pottþétt, þannig að allir komist hvernig sem að ástatt er með hreyfingu, getu og svo framvegis. Síðan er það einnig mikið ánægjuefni að János Guðlaugsson sé að koma til okkar og ýta undir þetta heilsueflandi verkefni eldri borgara og ég veit að allavega hjá ákveðnum aðilum í þeim hópi er mikill áhugi fyrir þessu og ég vona svo sannarlega að við náum að koma þessu verkefni í gang hér og efla heilsu sem allra best þeirra sem eru örlítið eldri en margur unglingurinn hjá okkur. Nú síðan er það þessi liður sem að forseti vakti athygli á að væri nú kannski ekki alveg rétt nefni, þetta er nú gendilega lélegar samgöngur hjá okkur, það eru nú batnað verulega en það eru almenni samgöngur sem eru svona heldur slakar og ég held að það sé verkefni framöndan sem við þurfum að taka mjög alvarlega. Nú sitt ég í stjórn Strætó Aust og þar erum við að fara yfir þessi mál alveg frá A til Ö og ég verð að segja eins og er að ég held að hafa ekki veitt af því, en við þurfum hins vegar hjá okkur hér innan sveitafélagamarkana að skoða okkar mál sérstaklega. Þetta hefur þessi málflokki verið útýströmmulega til SVF Aust en ákvarðan að taka en verður öll tekin hér það hvað við viljum gera hér hjá okkur. Nú liggur fyrir að það er frítt sem sagt fyrir 18 ára og yngri í vagnana hérna innan bæjar hjá okkur, en við sjáum bara ef við skoðum til dæmis aksturinn til dæmis í framhaldsskólan í verkmyndaskólan, framhaldsskóla sem hér er í sveitafélaginu, þá er því miður ekki hægt að vera í daglegum akstri nema Reyðarfjörð og Eskifjörð, en auðvitað þyrfti að bæta að minnst Fáskrúðsfirði við og hafa síðan helgaraksturinn kláran alveg suður í Breiðdal. En þetta er hlutur sem þarf auðvitað að kippa í liðin og ég trúi því að enda eins og bæjarráð afgreiddi þetta að þá er þetta svona í höndum bæjarstjóra og við höfum nú þegar átt viðræður sem við munum halda áfram útfærslur á þessum málum og ég tel þetta brýnt og verulega stórt verkefni sem við þurfum að fara í að mikilli alvöru og það er auðvitað með þeim hætti sem bæjarráð afgreiddi þetta. Síðan þessi ágæta heimsókn á bæjarráðsfundin síðasta, það er hárrétt sem kom fram hjá forseta að þarna var lýst yfir miklum hug til samstarfs við sveitafélagið og eigandi tilkynnti að það eru engar hömlur á umgengni landið og meir en það að það var öllum boðið velkomið að fara þarna bara eins og menn vildu og alls ekki neinn breyting á því sem verið hefur. Eina sem að hann hafði svona áhyggjur af er sama og við höfum áhyggjur af. Það er að segja að það er laxeldi í Hellisfirði. Hann er ekki mikill áhuga maður á laxeldi í sjó en meiri áhuga maður á að efla ána í Hellisfirði. Þannig að það var auðvitað ánægilegt að því leytinu til að það er ekki annað að sjá en að hann verði bandamaður okkar í því að hemja það að þarna kom ekki laxeldi. Þannig að allavega þessi fyrstu kynni af þessum manni voru mjög góð og jákvæð, þannig að ég hef ekki miklar áhyggjur af því og þá meir sér boðið að við gætum sett ákveðna kvaðir á jörðin ef við vildum það við hafa og við þurfum þetta bara að fara yfir það. En ég held að þetta sé ekki verulegt áhugjefni, það er eins og við vitum búið að vera
mikil umræða eignarhald erlendra ríkisborgara á landi hér víða land og sumir hafa verið býsna stórtækir í þeim efnum, en þarna skiptir þetta held ég höfumáli viðhormanna líka. Ég hef ekki lagt það í vana menn að dæma menn eftir þjóðerni, heldur frekar eftir viðhorfum og hvað þeir gjöra. Þannig að allavega verð ég að segja það að mér fannst viðkynning við þennan mann vera þannig að það var mjög jákvætt, en augljóst það auðvitað að þegar menn versla jörð eins og þessa búsettir í öðrum löndum, og þá kannski ekki mikill skortur á fjármagni, og það kannski það sem við getum óttast. En segi ég aftur að mér finnst það ekki skipta máli hvers lenskir þeir eru, því miður þá virðist fjármagni geta farið jafn illa með Íslendinga eins og aðra. Það er einar kannski eitt sem ég láðist að vekja hér athygli á áðan. Það er liður 13 í 598, bara vekja athygli á því að Jens Kári Helgason hefur óskað eftir leyfi frá störfum í bæjarstjórn og bæjarráði til 1. október 2019 vegna tímabundinna fjarveru sem tengslu við nýja atvinnu sem nýtt starf sem hann var að takast á hendur, og sem mun kalla á viðveru, mun kalla á að hann verði víða á ferðinni. Þannig að hann hefur óskað til leyfi, og Dýrum Pála Skaftóttir hefur tekið sæti hans í bæjarráði, og Ragnar Sigurðsson hér þar með orðin aðalbæjarfulltrúi og tekur sæti hans hér í bæjarstjórn fram til 1. október öllu óbreyttu. Ég er bara ætlaði að vekja athygli á því eins og ég gert þegar einhver fyrir leyfi og að verða breytingar á nefndarsetum. Og aðeins bara í sambandi við samgöngunar sem ég laðist líka, það komin hópur svo innan stjórnsýsluna hér hjá okkur sem að fara yfir samgöngur sem snúa að sveitarfélaginu, og eins og kom fram í máli Einars Más, þá þetta hluti sem við þurfum að vinna hér innan hvað snýr að samgöngum með okkar sveitarfélags gagnvart Tradition Vesturlands, og það hafin svo vinna, og við munum að taka þátt í henni þegar fram í sækir. En Rúnar Gunnarsson hefur beðið máli. Gerðu svo, Rúnar. Forseti, bæjarstjóri og fundarmenn. Ég fekk mér kaffi í morgun eins og ég vanur á morgnana á ákveðnum stað í bænum, og þar var ég tekinn og húðskammaður út af þessu frístundahúsmála umræðu. Það ætti að fara að taka þetta yndislega hús af gamla húskinu, því forspurðu, ekki verið haft samráð við nokkurn mann og allt það framöttir. Og ég hefði aðeins áhyggjur af þessu morgun, en svo heyrði ég nú hérna hjá okkur áðan að það væri búið að ræða við eldri borgarana. Þessi aðilar sem þarna voru báðir 70, ekki komnir inn í rauninni í eldri borgarastarfið, og þeim finnst það að tala við þá en ekki eldri borgarna sem að falla frá núna, þess að sem eru þarna inn og að hverfa. En ég heyri að þetta nú í svona betri málum heldur en ég hélt að þetta væri. Lélegar samgöngur. Ég hef áhyggjur af því að þetta kosti allt of mikið. Kosti allt of mikið að vera með einhvern strætó hér á milli staða, allavega Suður og Breiðdalsvík. Og ég held að þurfum að hugsa það verulega vel. Hvernig við ætlum að standa að því. Við getum ekki verið að keyra með einhvern einn á milli hér fram og aftur. Það þarf einhvern veginn að hugsa þetta mál á annan hátt, held ég. Þetta verður ódýrara fyrir okkur að vera bara með bíl Suður og Breiðdalsvík sem getur bara tekið og skottast á. Hellisjörður. Það er aðeins fyrir minnst að það við mig með Hellisjörð, og menn hafa svolítið áhyggjur af þessum manni. Þess vegna ætla ég bara að spyrja ykkur hvort að það kom eitthvað fram í máli hans samgöngur í Hellisjörð. Hann búinn að fara mjög stóran við fólk og út allar trissur að hann ætli sér að leggja veg í Hellisjörð. Það sé forsendan fyrir því að hann ætli sér að vera í Hellisjörði. Það búið að skoða það fyrir hann, veit ég, menn með stór tæki og þess háttar, hvernig að gera veg í Hellisjörð. Báðum megin frá sem hann að spá í. Ég vil bara fá að vita, þetta eitthvað sem hann hefur nefnt? Það ekki fleira. Þakka fyrir Rúnar. Það er í svari þegar ég var með bæjar á
á síðasta fundi, þá kom svo sem ekkert annað fram í hans máli heldur en hann myndi nýta sér hellisverð frá sjó, myndi vera með bát. Hann minnst ekki á það, ég hef svona heyrt að þessu flegt en slík vegagerð er alltaf að hljóta samþykki Umhverfisstofnunar af því að hellisverður og okkar jafnframt, því hellisverður fellur undir hverfisvernd hjá okkur og liggur á náttúruverndarsvæði þeim megin. Við svo sáum alveg umræðan um slóðalagningu út af Barsnes sem við áttum í hitti fyrra, heilmiklu, og þar heimila Umhverfisstofnunar endar á grundvelli þess að fyrir væri stígur. Vildu þeir meina, þannig engi slíkir, þannig að ég ef að hann fái nokkuð tíma heimild til að leggja veg. En hann minnst ekki á það, bara hann talaði bara um bát. Ég veit bara Þröstur að þessu búin að fara þessi leið. Og jáfnframt getum við sett hvað er náttúrulega, Þröstur er þarna þessu. jáfnframt getum við sett náttúrulega hvað er á landi eins og eina komin á, svo nú opnaði það. En vilja fleiri hvað þessi hljóðs hér undir fundargerðar Bæjarráðs? Svo verðist ekki vera, þá ber ég þær upp til samþyktar, þess að það er samþykkja með skeiðmerki. Það eru samþyktar með 9 atkvæði. Þá er næst fundargerð eignarskipulags- og umhverfisnefndar númer 224, orðið laust hana, vil einhvern hvað þessi ljós. Svo verðist ekki vera, ég ber upp til samþyktar, hún er samþykkt með 9 atkvæði. Þá er að fundargerð hafnarstjórnar númer 211, aðeins að fá að kveða með ljós undir þeirri fundargerð og svona sem árétta kannski frá síðasta fundi og svo sem við höfum rætt hér, ég held ég rætti hér á síðasta fundi Bæjarsnar af því að þetta var nú líka í fyrri fundargerð 210. Það er liður 4, leyfi til töku malur og sands að hafsbotnu út á Eyri í Reyðarfirði. Framkvæmdastjóri Hafnar kynnti okkur þarna bréf sem hafi verið sent Orkustofnun eftir umræður hjá okkur og við þennan ótrúlega, láta kannski vera seinagang, en þessi vinnubrögð utan þessa leyfisveitingu sem hefur átt sér stað við Eyri og jafnframt fyrirspurnir okkar aðra efnistöku staði sem eru ætla sé ekki árin 2 ár síðan að sendt fyrirspurn hvort við getum sótt efnistöku leyfi á öðrum stað í Fjarðabyggð af hafsbotni og því hefur ekki verið svarað. Þetta bursi frá öllum ásetningum góða stjórnsýslu og vandað umhald, þá er þetta löngu komið út fyrir öll þjóðamörk í þessum efnum. Við tókum undir þetta efni náttúrulega bréfsins og ítrökum að við óskuðum eftir því að það verði haldinn fundur með orkumálastjóra vegna ófullnægjandi framgangs málsins sem nú þegar við valdum miklu skada, því að svo taka eftir það er ekki bara það að menn hafi verið að bíða, þetta er búið að valda Fjarðabyggð fjárhagslegum skada, Hafnarsjóði Fjarðabyggð. Við ætluðum í ljósi þess að við höfum áður fengið efnistökuleyfi, skiluðum með öllum rannsóknum og öllu því umhaldi sem þarna var þetta er sást eitt besti efnistökustaður í sjó í Fjarðabyggð, hefur engin áhrif á það sem snýr að landi og þar töldum við að við hefum fullnægt vel þeirri rannsóknarskyldu að þarna var til þess að aðilar sem hafa verið í uppdælingu og dældu hjá okkur hér síðast, þessist Jandinul sem hollenskt fyrirtæki, þeir hafa farið með sitt skip að landi brott, fórum með það núna öðru hvorum með hátíðarnar, það er efnistöku skip, þannig að það mun ég sko mála að það ríki þá ákveðin fákeppni á íslensku markaði, fyrirtæki sem er í þessu að eru með stór verkefni annars staðar á landinu, Landeyjahöfn sem mun nú sjást verða verkefni á næstunni fyrir efnistöku eða fyrir dæluskip, þannig að þetta veldur okkur nú þegar fjárhagslega tjóni. Við töldum hann út af þeim verðum, við höfum aldrei verið með verð á þeim uppdælingu eins og áður, eins og var núna á síðast ári, þannig að þetta er afskaplega alvarlegt mál og ég ítrekaði bæjarstjóra hann með hafnarstjóra fái þennan ítið að fá þennan fund og fari við orkumálastjóra. Það er ekki boðlegt ef Orkustofnun á að halda utan þessa leyfisveitingar, þá verða þeir að gera þessi í brók með það er ekki boði og það var það líka aðra stofnanir sem að þessu koma þegar það er nú sem ekki verið neitt heldur að flýta hlutunum. Þannig að þetta er algjörlega og þetta er ekkert bara við heyrðum þetta hafnarstjóra fólk sem fóru á hafnarsamsting í haust og þetta er bara gegnum gangandi í öllum höfnum. Það er þessi leyfisveitingamál sem öllu halda í herkví. Svo bara er náttúrulega vekja athygli bara á því og þetta fór svo gegnum Bæjarráð líka að síldarvinnslan
ef við sóttum stækkun og lóðu fiskimjölsverksmiðju félagsins og hérna sem hefur nú farið í gegnum þær nefndir og eru komið til bæra og búið að staðfesta það að svo stækkun sé til staðar sem þá líklegast er tengslu þetta náttúrulega þá aukin umsvif þarna sem er alltaf fagnaðar efni en fleira var það ekki hjá mér vilja fleiri kveðsljós undir fundargerð Hrafnistunar svo virðist ekki vera þá ber ég hana upp til samþykkt þess að hana samþykja minn sem geði merki hún er samþykkt með 9 atkvæðum þá var að félagsmálanefnd nr. 119 orðið laust hana og þar tekið fram að við munum fyrst taka félagsmálanefnd að undanskildum liðum 5,5, 5,6 og 5,7 til umræðu og afgreiðslu og þegar við höfum lokið því þá hefur Ragnar Sigurðsson óskað að fá að víkja við afgreiðslu þessara liða það sem tengjast hjúkrunarheimilunum en orðið laust félagsmálanefnd að öðru leyti en þessa liði Hjördís Helga Seljan gjörðu svo vel. Já, ég ætla bara aðeins að fara taka saman hvað við var fjallað á félagsmálanefndarfundi. Við tókum þetta fyrir erindum öldrunarmál sem var tekið reynda fyrir líka síðasta bæjarstjórnarfundi og svo málefni fatlaðra barna í Fjarðabyggð og bara það var náttúrulega tekið til umræðu en Jón Björn hefur talað um það hér í fundargerðum bæjarráðs. Síðan kom til okkar umsókn að gerast dagforeldri á Eskifirði og við félagsmálanefnd samþykkti það umsóknin og bara ánægjulegt að einhver bjóði sér fram í og vilji starfa sem dagforeldri því að við höfum verið auðvitað að auglýsa eftir gerðum það í tilraun fyrir svona 2 árum og við fengum engar umsóknir en umsóknin var samþykkt fyrir alltaf 4 börnum til 1 árs síðan tókum við fyrir fjárhagsstöðu Uppsala og það er ánægjulegt að segja frá því að það hefur verið 100% nýting núna í janúar Já, má ég ekki fjalla það núna? Nei heldur betur, ok Heyrðu, þá ætla ég bara að fara í drög að leiðbeinandi reglum fyrir sveitarfélög ég er bara að tala að mér, ég er bara svo ánægð fyrir þessu en það komið drög að leiðbeinandi reglum fyrir sveitarfélögum styrk til náms og verkfærakaupa og félagsmálastjóri greindi frá að þjónustuhópur hafi tekið og fjallað drögin og þeir gerðu athugasemd við aðra grein reglana sem hljóðar svo með leyfi forseta aðstæður í sveitarfélagi með tilliti til námsúrræði geta einnig haft áhrif á mótun regluna til dæmis er eðlilegt að sveitarfélag þar sem framhaldsskóli er starfræktur taki afstöðu til þess hvort fatlaðir nemendur yngri en 18 ára geti átt kost á styrk til kaupa á fartölvu sem gagnast við námið en þjónustuhópurinn sem sagt benti á að allir fatlaðir nemendur ættu að hafa sama rétt á styrk óháð því hvort að framhaldsskóli væri starfræktur í því sveitarfélagi en þetta er svona það sem þessi mál sem ég ætla að fjalla svo kannski fæ ég að tala aftur og eftir bara sjálfsagt svo haldi sér í formi þó ég hafa ekki ágjör Ragnar sér ég þá vilja fleiri kveðsljós fundargerð félagsmálanefndar undanskildum áðurtöldum liðum svo er ekki, þá byrja hann eftir samþykkt þessi fannstæðingi við skeiðmerki, hún er samþykkt með 9 atkvæðum þá þarf Ragnar Sigurðsson að víkja úr sal og við tekur umræða og afgreiðsla á liðum 5.5, 5.6 og 5.7 gerðu svo vel Hjördís Ok, þá ætla ég að taka fyrir 5.5 og ég var náttúrulega búin að segja það áðan þegar ég var stoppuð af en það er ánægilegt að segja að fjárhagsstaða Uppsala, það hafi verið 100% nýting í janúar og við fundum saman framkvæmdaráð hjúkrunarheimilanna í gær með þeim eftir Ragnari og það verður auðvitað tekið fyrir á næsta bæjarstjórnarfundi en bara ánægileg þróun síðan ætla ég að taka fyrir lið 5.7 þar sem við rættum liðun heitir nýtt hjúkrunarheimili í Fjarðabyggð en við auðvitað rættum það að þeir þyrfti að tryggja fulla nýtingu á núverandi hjúkrunarrýmum í Fjarðabyggð og það er eins og staðan er núna bæði á Huldulíð og Uppsölum og svo tölum við mikilvægi þess að gera langtíma áætlun uppbyggingu hjúkrunarrýma í Fjarðabyggð bara í heild að vinna að langtíma áætlun sem við myndum vinna eftir í Fjarðabyggð. Takk fyrir. Það er fyrir Hjördís orðið laustum þess að 3 liði engin kveðsljós, ég ber þetta samþykkt þess að þá samþykkt skeiðmerki þeir eru samþykkt með 8 atkvæðum þá má Ragnar Sigurðsson ganga aftur í sal og næst er hér á dagskrá fundargerð fræðslunefndar nr. 65 orðið laustum hana, vill einhver kveðsljós svo verðist ekki verið að bera hann eftir samþykktar hún er samþykkt með 9 atkvæðum
Þá það fundagerð íþrótt og tómstundanefndar númer 56. Orðið laust upp hana Pálína Margeirsdóttir beðum orðið gerðs fyrir Pálína. Já, forseti, bæjarstjóri og góðir bæjarfulltrúar. Mér langar aðeins hérna að hlaupa við fund 56 íþrótt og tómstundanefnd. Þar tókum við fyrir nýja reglur í félagsmiðstöðum með Fjarðabyggð sem forstöðumenn hafa verið að vinna ásamt íþrótt og tómstundafulltrúa. Ég segi nú bara að það var komið mál til. Mér finnst hérna að séu sömu reglur gildandi í öllum félagsmiðstöðum innan sama hérna sveitafélags. Þannig að það er bara frábært að það séu komnar á. Síðan langar mig aðeins hérna bara 7-4 hús frístundana. Íþrótt og tómstundanefnd leist náttúrulega bara mjög vel á þessar hugmyndir og væri náttúrulega frábært ef að vel gengur. Þannig að við finnum góð not fyrir þessi stóru hús sem við eigum. Þannig að menn voru almennt mjög hlynntið því að halda áfram í þeirri vinnu. Og svo bara hérna við fengum nú fyrir vetur hérna ferðasumarið í Fjarðabyggð eða í haust og aðsókn í íþróttamiðstöðunum í Fjarðabyggð. Það svolítið var bara í samræmi við það sem við sáum í þeim tölum, en þannig erum við að horfa upp á að það 50.000 heimsóknir á ári í íþróttamiðstöðunar okkar og þar voru 18.000 í júlí. Rétt tæplega 18.000 heimsóknir í júlí í íþróttamiðstöðunar okkar, sem náttúrulega bara frábært. Og að sjálfsögðu í framhaldi af því fóru náttúrulega fram umræður eins og hérna í sambandi við Kurónkerfi, þar getum við náttúrulega séð hvenar fólk að koma og hvar okkur finnst kannski ekki að auka opnunartíma, en spurning hvort með þurfi einhvers staðar að breyta, en það voru engar niðurstöður það. Það er málefni sem ég heldur getum alltaf verið að ræða, hvort við getum breytt opnunartíma til að mæta betur þörfum íbúanna. Takk. Takk að verið Pálína, verið fleiri kveðis í hljóðsundi fundagerð íþrótt og tómstundanefndar. Svo verðist ekki verið, ég ber til samþykktar, hún samþykkt með 9 atkvæðum. Þá komin liðin almenn mál, þar fyrst nýtingaráætlun fyrir haf- og strandsvæði Fjarðabyggð. Stýrihópur sem setti var laggirnar í 2017, loka árs 2017, byrjun árs 2018 staðarum bil, sem var með fólki úr eignarskipulags- og umhverfisnefnd og hafnarstjórn og svo embættismönnum, vann eins og með muna nýtingaráætlun fyrir firðina okkar til þess að hafa til hliðsjónar við umsagnir um leyfi meðlans leyfisveitinga til laxeldis. Sjálfum sér eins og við öll vitum þá okkar skipulagsvald ekki þarna, en enga síður töldum þetta nauðsynlegt verkfæri til þess að geta byggt okkur umsagnir á og vísa til, því við höfum svo sannlega ekki gefið þetta eftir í þeirri skoðun okkar að við eigum að hafa skipulagsvald í þessum fjörðum, þó svo það ekki tekist í þeirri lotu sem nú var þegar þau lög voru samþykkt svæðisráðin. Stýrihópurinn staðfesti, þetta byggir náttúrulega stórun hluta upp á kortagrunni þeim sem við bæjarfulltrúar þekkja, þar sem hægt að fara yfir og sjá bæði allt það sem snýra, hvað sem eru siglingaleiðir, starfsemi í landi, strauma og fleira. Og við, eins og þegar stýrihópurinn skilar frá sér nú, þetta hefur farið til umsagna bæði hafnarstjórnar, eignarskipulags- og umhverfisnefndar og bæjarráðs, að þarna að ræða þetta plagg sem mun verða lífandi plagg áfram. Þetta ekki endanleg áætlun, heldur eins og við erum komin ákveðnum staða núna, við svo vinnum það áfram þegar fram í sækir ef þetta þurfa þykir. En áætlunin hér, bæjarfulltrúar hafa séð hana, hún inn í gögnum þeirra og síðan tengingarinn á grunninn jafnframt, þannig að hún hér til umræðu, vill einhver þessi ljós. Svo verðist ekki verið þá berja hann upp til samþykktar þess að hann samþykkja með skeiðmerki, hún samþykkt með 9 atkvæðum. Þá komin liðin 9 sem deiliskipulag urðarbotna, en það auglýsingatími liðin, það bárust engar athugasemdir en umsagnir bárust frá Minjastofnun, Umhverfisstofnun, Skipulagsstofnun og Veðurstofunni. Eignarskipulags- og umhverfisnefnd samþykkti fyrir sitt leyti deiliskipulagið, uppdrátt og greinargerð og umhverfisskýrslu sem það séð og í gögnum bæjarfulltrúa, ásamt því að hún hefur verið náttúrulega hér til umsagnar og auglýsingar. Málsmeðferð verði í samræmi við 42. grein skipulagslaga nr. 123 frá 2010 og hér eins og gefur að skilja að vísa til umræðu og afgreiðslu þessu deiliskipulagi sem tekur á framkvæmdunum og því svæði þar sem verður farið í framkvæmdi við ofanflóðamannvirki síðar á þessu ári eða farið til útboðs núna með vorinu. Vill einhver þessi hljóðs deiliskipulagi, svo verðist ekki vera, ég ber þetta samþykktar, það samþykkt með 9 atkvæða.
Þá hefur hér bæjarráð vísað næsti liður sem 10 reglur hlutaveikindi starfsmanna. Bæjarráð hefur samþykkt reglur sem hafa verið settar hlutaveikindi starfsmanna og minnisblað sem eru í gögnum bæjarfulltrúa. Ég svo sem allir ekki fara dýpra í regluna, þetta bara tekur á þeirri umgjörð sem í kringum veikindarétt og annað. Tengi starfsmönnum okkar. Orðið laust þessar reglur. Engin kveður þessi hljóðs, ég ber eftir saðendar. Það eru saðendar með 9 atkvæðum. Þá hér liður 11 sem Ystadalur 6-8 umsókn og lóð. En hér lögðu fram að 9 eftir grenndarkynningu, lóðarumsókn og svona _ofurtóli EHF. Það sem þeir sóttum 8. nóvember 2018. Þetta minnum meira á, ég sé að vera að lesa upp annál. Þetta fyrirtæki, ágæta fyrirtæki hér, lagði fram umsókn þann 8. nóvember síðastliðinn, þar sem sótt var lóðin Ystadal 6-8 á Eskifirði undir raðhús. Jafnframt var óskað eftir að deiliskipulagi Dals 2 verði breytt, þannig að hægt var að byggja raðhús með 4 íbúðum í stað parhús sem voru á skipulaginu. 2 athugasemdir bárust vegna grenndarkynningar, þær hafa farið fyrir eignar skipulags- og umhverfisnefnd og skipulags- og byggingarfulltrúi lagði þá fram umsókn sína dagsett 11. janúar. Nefndin taldi fram að komnar athugasemdir ekki þess eðlis að hafna beri beiðni að 4 íbúðar raðhús verði byggt í stað parhús og samþykkti að óveruleg breyting verði gerð á deiliskipulagi Dals 2. Endanlega afgreiðslu vegna þessar grenndarkynningar er vísa hér. Vill einhver þessi hljóðs þetta? Svo verðist ekki vel þá byrjast til samþykktar. Þetta saðið með 9 atkvæðum að veita þessi lóður og grennt þá að óveruleg breyting deiliskipulags Dals 2 taki gildi. Þá erum við með tæmda dagskrá hér í dag á þessum bæjarstaffundi. Næsti bæjarstaffundur verður haldinn 20. febrúar. Öllu óbreyttu og búa til hans með dagskrá. Ég þakka bæjarfulltrúum fundarsetuna, málefnalegar umræður og segi fundi slitið.